Jæja, kæru fundagestir. Við ætlum hér í dag að sýna ykkur útlitið á nýju heimasíðun okkar, en áður en að því kemur þá langar mig að fara örstutt yfir svona tölulega staðreyndir og upplýsingar. En salurinn nú óðum að fyllast af mystri, ég bið ykkur að flýja ekki. Það skemmtilegt atriði framundan, atriði sem að ber svona ákveðin vottum þá tíma sem eru framundan hjá okkur. Græna og væna tíma og viðburðaríka sjóferð á 5 ára afmælisári. Við erum ein gátt fyrir alla þá sem að leita að upplýsingum varðandi nýsköpun og rannsóknir í íslensku atvinnulífi. Og á heimasíðu okkar þá að finna fullt af upplýsingum með mikið magn upplýsinga, meðal annars stofnun og rekstur fyrirtækja, styrki og stuðningsmöguleika og rannsóknarverkefni svo fátt eitt sé nefnt. Veganestið í vinnuna hjá okkur, strax á upphafsstigunum þá við gerð heimasíðunnar, þá settum við saman þróunarhóp innanhús hjá okkur og við kölluðum eftir athugasemdum frá öllum starfsmönnum miðstöðvarinnar, auk þess sem að hópur núverandi og framtíða viðskiptavinna var fenginn inn í rýnuvinnu og við kunnum öllum þeim sem að koma að þessari vinnu með okkur bestu þakkir fyrir. En tölurnar þær tala sínu máli. Nýjustu tölur sína að miða við hefðbundin vinnutíma í 5 daga vinnuviku þá fær starfsmaður frá okkur heimsókn frá viðskiptavinni á 10 mínútna fresti. Hér telja ekki snertingar í gegnum tölvupóst og síma og það má eiginlega segja að við séum í stanslausu sambandi við viðskiptavinn okkar. Á hverju mínútu hins vegar þá fáum við samaskapi heimsókn á heimasíðun okkar. 58% af heimsóknum eru endurteknar en 42% eru nýjar. Það spennandi ár fyrir höndum hjá okkur. Við ætlum að fagna 5 ára afmælisári í heilt ár á milli ársfunda og afmælisárinu sem slíku starta hér á þessum fundi í dag. Haldnar verða kynningar, ráðstefnur og fundir í samstarfi við fyrirtæki, frumkvöð og stofnanir á ólíkum fagsviðum. Allir viðburðir verði auglýstir á nýju heimasíðunni okkar. Svona kemur nýja heimasíðan til með að líta út. Gerum ráð fyrir að síðan fari í fulla notkun strax eftir helgi, þannig að þegar þið heimsækið okkur á mánudagsmorgun þá á að blasa við ykkur nýtt andlit. En til þess að slá botnin í þessa notalegu morgunstund með ykkur, þá langum að biðja forstjóravörn Þorsteinn Inga Sigfússon að stíga hingað á svið og kynna síðasta atriði þessa fundar. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir Árdís og takk fyrir alla hjálpina, takk fyrir undir í óskilum. Við ætlum að fara í smá veiðiferð. Geir kominn og Halla á að vera hérna, þeir ætla að vera með nýja veiðafærið, ljósið. Við ætlum að reyna að láta deyfa ljósin í salnum. Við ætlum að fara í veiðiferð með ykkur og ég á líka vona á því að það verði fiskar í sjónum. Það Háskólinn í Reykjavík sem að ætlar að hjálpa okkur við að setja fiska í sjóinn. En ég sé fyrir mér kannski svona 4-5 mínútur núna eftir að við byrjum að veiða og þá mun þessi góði ásundur leysast upp. Það verður ekkert mjög formlegra en það. En ég svona lít í kringum mig og spyr hvort að eru komnir fiskar í sjóinn, Árdís? Þeir eru á leiðinni í sjóinn, já. Þetta mjög merkilegt verkefni sem Háskólinn í Reykjavík hefur verið að vinna. Það eiginlega fjarstýrðir fiskar. En ljós veiðafærin okkar eru hérna í tveimur kannski lömpum hér og við munum til þess að nú reykurinn settur eða mistrið sem enginn á að hafa neitt vont af, þetta leikhúsmistur, á að sjá betur. Þetta svona meira effekt. Við förum öll saman í sjóferð á risatógaranum Nordica. Og mér skilst að það sé Köskus sem að spila undir á þessum tógara. Þetta eru kannski 4-5 mínútur núna og njótið þið bara vel.
kastað. Við erum á halamiðum. Marorka myndi segja við okkur á HBT að eyðsla togarans breytist ekkert þó að þið búið að kasta út veiðarfærinu. Ég var kannski að vonast þegar við sæjum túnfisk. Það var Háskólinn Reykjavík, nefnendur Háskólinn Reykjavík sem að ætla að gefa okkur veiði sem að er mjög dýrt kílóið af þessum fiski. Þetta eru meinlausir fiskar. Netagerðin er frá okkur á miðstöðinni í samvinnu við Hafró og aðila fyrir vestan. Myndi ekki harma hlutin sinn ef hann fengi þennan túnfisk. Sjómannalögin myndi alveg halda áfram. Þetta er nýja aðferð. Nikka verður áfram hljóðfæri sjómanna.